Næstan langar mig að bjóða á stokk Eið Guðmundsson, verkefnastjóra þróunar frá Sorpu, en hann ætlar að segja okkur frá svona íslensku reynslusögum af rekstri svona Case New Holland traktora. Það mætti nú ætla að við varum að mála hjá þeim, en svo nú ekki. En Eiður, og ekki bara gefa þér sviðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Bara gaman að fá að deila þessari reynslu. Hún nú svona allavega, en við erum allavega þeir einu sem eiga Sorpa, eini aðilinn sem á meðtanknúna dráttarvél á Íslandi. Og það kannski náttúrulega sjálfsagt mál að við færum og fjárfestum í einni slíkri, af því að við notum dráttarvélar mikið. Þetta þriðja dráttarvélin okkar og þannig að við gátum alla beðið eftir að fá þessa vél í vinnu hjá okkur. Það má vissulega knýja dráttarvélar með matarleyfum og mykju. Það staðreynd sem við þekkjum, náttúrulega öll sem erum hér. Þessi vél sem að við erum með New Holland, og ég held að þetta sé eina metandráttarvélin sem í boði á markaði. Ég frétti fyrst af henni þegar hún var kynnt sem protótýpa, þá var ég að vinna hjá Landbúnaðarháskólanum í verkefni sem hét Orkusetur landbúnaðarins og vorum mjög spennt að fá að vita meira þessa vélar og fengum litlar upplýsingar. Og það raun og veru ekki fyrr en hún komin á markað sem að við svona sáum möguleika á því að flytja inn eina svona vél til Íslands, og þá var ég reyndar orðinn stöðvarstjóri gas- og jarðgerðarstöðvarinnar Gæju og við ákváðum strax að fjárfesta í einni slíkri. Fengum til þess styrk frá Orkusjóði og vélin kom til okkar í október 2022 og þetta þessi fyrsta típa sem fór á markað sem New Holland T6 180 og sem sagt CNG eða gengur sem sagt fyrir pressuðu metani, ekki fljótandi, en vélin hann lengst til hægri sem sagt ný típa sem að ég held að Holland sé að þróa og eigi að koma á markað á þessu ári sem með fljótandi metan sem að gerir miklu lengri vinnslutíma mögulega og miklu meira rými fyrir eldsneytisgeymslu. En fljótandi metan vissulega, það svolítið meira og flóknari aðgerð að gera það fljótandi heldur en bara pressa það á flöskur. Það sem að þegar við vorum að skoða þessar vélar þá var sú sem var í boði, hún var sem sagt þessi T680 og það var hægt að fá hana með eins og þið sjáið þarna, þetta vélin í miðjunni með aukatöngum að framan og með þessa tanka þá er eldsneytisforðinn 80 normalrúmmetra. Normalrúmmetri hefur svipað breyst af metani, það mælt í normalrúmmetrum af því þetta gas og það svipað brennslugildi eins og lítra dísel. Þannig að drægnin á henni með þessum búnaði 5-6 klukkustundir sem nú frekar lítið fyrir vél sem á að vinna út á túni. Í okkar tilfelli þá völdum við að taka ekki þennan auka kassa, bæði þessu auka tanka vegna þess að þá engin frambúnaður á henni og að auki átti hún að vera hér inn í Gæju, sem sagt að vinna við að blanda efni sem fer í vinnsluna í stórum fóðurblandara og það svolítið þröngar aðstæður þannig að við máttum ekki við því að vera með vélina metri lengri heldur en að hún þyrfti alla að vera. Þannig að okkar vél án þessar aukatanka og hún hefur ekki vinnslutíma nema svona 2-3 klukkustundir. Gerir okkur ekki mikið af því að við erum náttúrulega að dreifa metani og hefum til þess stór krókkeisisfleti með flöskubúntum, þannig að við getum náttúrulega bara tekið eitt svona fleti og haft það hér við stöðina og fyllt á vélina.
En hún var alltaf í samkeppni við hinar dráttarvélarnar sem voru bæði öflugri og sömuleyti þægilegri í vinnslu. Og þannig að hún hefur ekkert verið mjög mikið notuð hjá okkur, því miður. En við fengum vélina afhenta í október 2022 og það var mikið spenningur bæði hjá okkur og umboðsaðilanum og meðal annars fékk umboðsaðilinn Kraftvélarvélina lánaða og sýndi hana á landbúnaðarsýningunni í október 2022 og í fréttaumfjöllun Bændablaðsins á þeim tíma sýninguna þá kemur fram dráttarvél sem gengur fyrir eldsneyti sem hún framleiðir sjálf. Og þetta svona smá orðaleikur af því að hún framleiðir sjálf sér ekki eldsneyti en hún vinnur við að framleiða eldsneyti. Það sem hún var notuð inn í gæju og gæja náttúrulega framleiðir metan. Við fórum svona aðeins yfir frá okkar sjónarhóli hverju eru kostir og gallarnir og fyrsti kosturinn fyrir okkur var náttúrulega að hún nýtir eldsneyti sem framleitt af gæju. Sama ætti náttúrulega við landbúnaðinn ef það væri stórt bú sem væri að framleiða metan eða fleiri bú sem sameinast það, þá þau að nýta sitt eigið eldsneyti. Lægri eldsneytiskostnaður, það nú því miður kannski ekki þannig í dag að það sé lægri eldsneytiskostnaður vegna þess að metan held ég dýrara, ég veit ekki hvort það dýrara en litað, nei það náttúrulega ekki litað dísil í dag, það nokkuð, en ég held að sé bara svipað verð sko, eftir að olíugjöldin voru tekin af. Það 80% minni losun á koltvísýringseiningum og jafnvel neikvæð losun ef að, eins og hefur nú komið fram, ef að orkan framleidd úr lífrænum úrgangi eða mykju sem ella myndi losa metan til lofts. Mun minna svifryk og afköstin svona sambærileg og dísil. Við finnum allavega ekki mun á því. Gallarnir eru fyrst og fremst náttúrulega stuttur vinnutími, það eins og komið hefur fram, það óþægilegt, það svo sem ekki langur tími sem fer í að fylla, það kannski 10 mínútur að setja á hana gas, en það þurfa alltaf að keyra á einhvern ákveðin stað utan að túnið, það tekur bæði tíma og eyðir orku náttúrulega að keyra fram og tilbaka. Svo eitt sem náttúrulega háir okkur hér á Íslandi, það skortur á innviðum varðandi dreifingu á metani. Ég svolítið spenntur fyrir þessu sem var verið að sýna okkur áðan þessar svona míniframleiðslustöðvar á metani til þess að nota í landbúnaði. Bilanatíðni, þessi vél hefur bilað svolítið, en það ekkert endilega hægt að rekja það til þess að hún sem sagt að ganga fyrir metani. Eitt þó sem hefur komið upp og varð eiginlega slys hjá okkur að þessum vélum hættara við að safna raka í sveifarhúsið. Og það bara út af því að metanið gerir hana viðkvæmari fyrir því. Og svo náttúrulega má spyrja sig, eru aðrar lausnir mögulega hagkvæmari heldur en þetta? Hvað framundan í orkuskiptum varðandi vinnuvélar í landbúnaði? Það metan eða rafmagn? Rafmagnstraktorar eru í þróun kannski á svipuðum stað eins og metandráttarvélin var fyrir 13 árum síðan þegar hún kom fyrst fram eða jafnvel fyrr. Og það sama vandamáli þar að það að hvernig ná að geyma orkuforðan á vélinni. Rafhlöðin og taka náttúrulega tölvöld pláss og eru þungar þar að auki. Þannig að ég veit ekki, ég ætla ekki að reyna að vera spámaður í þessu efni en mér finnst samt sem áður rafmagnið vera alveg hugsanlegu kostur. Metan ágætt, þú finnur ekkert neitt mun á því að vinna á vél sem knúin metani eða dísil og þannig að vélin sjálf fungerar vel. Það þegar hins vegar þyrfti að leysa þessa
þetta eldsneytis geymslu vandamál sem að fylgir þeim og það nú held ég nýju vélinni hjá New Holland sem stærri og öflugri. Hún með meira tankapláss og og svo náttúrulega ef að hún á fljótandi metani þá voru orðin bara sambærileg við ísölin í hvað varðar möguleika á að ferðast með eldsneyti með sér. Ég hendi upp svona smá hugmynd ég var að velta þessu fyrir mér varðandi metanframleiðslu og nýtingu á því í landbúnaði eða lífgasframleiðslu vegna þess að ef þú ert með rafmagnsframleiðslu úr metaninu þá þarftu ekki að hreinsa það. Þessar vélar sem eru notaðar til að knýja rafalana eins og fram hefur komið, þær geta alveg gengið á 50 til 60% metani og það sem að kemur þegar metani til dæmis 60% þá þýðir það í raun og veru að það 40% koltvísýringur sem að skadar vélina heldur ekki neitt og möguleikar á að setja þetta út á netið, rafmagnsnetið eða nota rafmagnið til eigin nota sem nú sennilega fýsilegra heldur en að setja á netið og þar að ekki verður til hiti náttúrulega við þessa rafmagnsframleiðslu þannig að það þetta að nýta hitann líka innan búsins og lífgasframleiðsla fer yfirleitt fram við 37 gráður, svona ef hún á að vera effektív og þess vegna þarf að hita, þetta ekki útvermið ferli eins og jarðgerðin, þannig að það þarf að hita tankana þess að lífgasframleiðsla fer fram. Þetta komið þarna fram áðan að það væri köld framleiðsla líka möguleg en svona allavega það lífgasstöðvar sem ég hef séð þá metani framleiðslan við 37 gráður eða 55. Þannig að mín niðurstaða svo sem engin. Mér finnst það spennandi að hugsa til metansins sem orkugjafa fyrir dráttarvélar. En það þarf þó nokkuð að stíga þó nokkuð mörg stór skref hér á Íslandi til að það verði og vissulega ýmislegt að gerast í þeim efnum að framleiða metan. Til þessa hefur Sorpa verið nánast eini framleiðandi á metan á Íslandi og í raun og veru vallað annað þeim markaði sem nú í dag. En þetta sem sagt góður orkugjafi og ef að þeir annmarkar sem að mér finnst vera á því að nýta á dráttarvélar, ef hægt að leysa þá held ég að þetta geti vel verið í framtíðin, en ég myndi líka horfa á rafmagnið. Ég hef nú svo sem ekki fleiri þetta að segja, annað en bara það að reynsla okkar svona svolítið misjöfn af þessari vél og fyrst og fremst það hvað hún með stuttan notkunartíma á milli þess að þarf að fylla á hana eldsneyti. Svo ég þakka bara fyrir að fá að deila þessari reynslu með ykkur. Ljómandi gott, Eiður. Takk fyrir þetta. Mjög gott að fá innlegg einmitt reynsluna af þessum tækjum sem við erum að hugsa